Kæru útskriftarnemendur, góðu gestir, ég heiti Hildur Ingvarsdóttir og skólameistari Tækniskólans. Ég vil fyrir hönd skólans bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á brautskráningu Tækniskólans haustið 2024 og minni ykkur á að setja símana á hljóðstillingu. Ég vil óska ykkur hjartanlega til hamingju með daginn og þann áfanga sem þið hér ljúkið í dag. Það er flátt gleðilegra í starfi skólameistara en að fá að útskrifa nemendur sem hafa náð markmiði sínu. Þessi dagur er mikill gleðidagur en hann jafnframt blandinn sorg. Núna klukkan 1 hefst jarðarför í Hafnarfjarðarkirkju. Þar er borin til grafar Gunnar Hörður Sæmundsson, ástsæll kennari í vélstjórn sem lést núna í lok nóvembermánaðar. Þar eru staddir töluvert margir útskriftarnemendur úr vélstjórn, skólastjóri þeirra og allnokkrir kennarar og annars starfsfólk skólans. Nemendur standa þar heiðursvörð en ætla að freista þess ásamt Víglundi að koma hingað í athöfnina þegar þessu lokið. Þannig að ég veit ekki alveg hvenær þau koma en þið látið ykkur ekki bregða þegar að hingað fram en á annan tug manns. Gunnar var frábær kennari, vinsæll, bæði meðal nemenda og starfsmanna, hafði gríðarlegan áhuga á öllu því sem hann var að gera og við munum sakna hans mjög sárt. Mig langar að biðja ykkur að standa á fætur af virðingu við Gunnar og hans fjölskyldu. Blessuð sé minning Gunnars Harðar. Takk. En framundan er heilmikil dagskrá og því rétt að nýta tímann vel. Dagurinn er ykkar og ég vona að þið fáið notið hans sem best. Ég vil biðja Guðrúnu Randalín Lárusdóttur, aðstoðarskólameistara, að taka við stjórn þessarar athafnar. Útskriftarnemendur, skólameistari, starfsfólk Tækniskólans og aðrir gestir. Ég vil bjóða ykkur hjartanlega velkomin á jólaútskrift Tækniskólans árið 2024. Þetta er mikil gleðistund og við skulum njóta hennar saman. Kæru útskriftarnemar, til hamingju með daginn ykkar. Þið megi vera stolt af ykkur og þeim áfanga sem þið að ljúka hér í dag. Munið að framtíðin er ykkar og lærdómur ykkar er rétt að byrja. Í dag erum við að brautskrá frá Tækniskólanum 327 nemendur af 56 brautum skólans. Áður en ég fer yfir dagskrána þá viljum við kveðja þá starfsmenn sem látið hafa störfum hjá skólanum og þeir eru Elísabet Ingvarsdóttir, Halldór Hauksson, Engilbert Vernhard Valgarðsson, Þorsteinn Pálsson, Stefán Sveinsson. Við skulum gefa þeim gott klapp og þökkum þeim fyrir gott og farsælt starf. Dagskráin er á þessa leið. Fyrst fáum við tónlistaratriði, síðan mun hver skólastjóri útskrifa nemendur úr sínum skóla eftir brautum og samhliða útskrift veita skólastjórar nemendum sínum hin ýmis verðlaun. Einnig fáum við ræðu útskriftarnema og að lokum mun Hildur Ingvarsdóttir, skólameistari, halda hátíðarræðu. Ég vil biðja ykkur að yfirgefa ekki salinn fyrr en í lok athafnar. En núna hefst formleg dagskrá. Fyrst vil ég bjóða Matthildi Öglu, nemanda á opinni stúdensbraut, að koma hingað og syngja fyrir okkur lögin Hljóða nótt og Have Yourself a Merry Little Christmas. Gjörðu svo vel, Matthildur Ögla.
reisir sverð og skjöld. Ljóðanótt allt sem áður var. Átti skrín man ekki hvar. Lurkum lamin heimtar bæn og bón. Brotin loforð gefa daufan tón, bæði heit og köld. Góða nótt allt sem áður var. Átti gull en man ekki hvar. Hvar trúin sem á fætur fer? Faðir heimsins, viltu hjálpa mér? Trúin mun veita stöld. Hljóðanótt allt sem áður var. Átti gersemi en ekki þar. Flúin farin, hvað sagt og séð? Sumt var gott en annað fylgdi með. Reisir sverð og skjöld. Sumt var gott en annað fylgdi með. Reisir sverð og skjöld. Have yourself a merry little Christmas. May your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on our troubles will be miles away. Here we are as in olden days. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest
together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Við þökkum Matthildi Öglu innilega vel fyrir þennan góða flutning. En núna hefst útskrift Tækniskólans. Fyrst vil ég biðja Jónu Dís Bragadóttir að koma hingað og brautskrá sína nemendur úr Tæknimenntaskólanum. Kæru útskriftarnemar og aðrir gestir, til hamingju með daginn. Í dag merkisdagur í lífi mjög margra hér í salnum. Nemendur, foreldrar og aðstandendur hafa oft á tíðum lagt mikið á sig á námstímanum og nú sannkölluð uppskeruhátíð. Starfsfólk Tækniskólans mætt hér til að fylgjast með ykkur þegar þið takið stolt við skírteinum ykkar. Og ég get sagt ykkur að starfsmennirnir eru ótrúlega stoltir af ykkur og það falla jafnvel tár. En í dag útskrifast 28 nemendur úr Tæknimenntaskólanum af 3 brautum skólans. Af náttúrufræðibraut skólans útskrifast 3 nemendur og eru 2 af þeim mættir. Og fyrstur Jón Ingvar Ingvarsson, gjörðu svo vel. Og Svavar Árni Norðfjörð. Af opnu braut Tæknimenntaskólans útskrifast 7 nemendur og þeir eru allir mættir. Og ég ætla að biðja hana Ang Fong Pham að koma hér fyrsta. Ang Fong, hún verðlaunahafi skólans, en hún hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í stærðfræði. Hún hefur lokið 243 einingum í skólanum, en það þarf 200 einingar til þess að klára stúdentspróf. Og hún útskrifaðist af íslensku braut skólans árið 2022 með framúrskarandi árangur. Dominik Mikael Griko. Faisa Alejandro. Gjör svo vel. Til hamingju. Harry Þór Benjaminsson Siddal. Isabelia Diana Alforo. Kristoffer Þór Hjartarson. Pálmi
Hrafn Hlynsson. Af íslenskubraut Tæknimenntaskólans eru 18 nemendur að útskrifast og þeir eru flest allir mættir. Þessi nemendur koma frá Sómalíu, Úkraínu, Sýrlandi, Palestínu, Venezuela, Filippseyjum, Afganistan, Tælandi, Írak, Póllandi og Ungverjalandi. Þessi nemendur hafa margir hverjir lagt á sig langt ferðalag frá sínu heimalandi, oft án þess að vilja það, en þurft, og þeir hafa lent í hinum ýmsu hindrunum á leið sinni til Íslands í leit að betra lífi. Þessi nemendur hafa stundað 2 ára nám á íslenskubraut skólans og eru flest allir að fara í annað nám í skólanum. Það er því mikill sigur unnin að vera mættur hér í Hörpu til þess að taka við sínu útskriftarskírteini. Og fyrstur er það Adam Ghanem. Ahmed Omran. Ikran Moa Adan. Hairelis Quantero. Þau hlæja þegar ég nefni nafnið þeirra, en gjör svo vel. Mahmoud Sahedi. Claudia Marcela Rios. Michalo Oktionto. Nasifa Ibrahim. Pongrit Muskapa. Sayat Kalals. Sultan Alod. Til hamingju. Thank you. Gjörðu svo vel. Youssef Abdi Hassan. Youssef Abdi er verðlaunahafi Tæknimenntaskólans en hann hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi árangur á íslenskubraut skólans. Innilega til hamingju, Youssef. Victoria Petrika. Ken Seani Bakula. Já, kæru nemendur, munið að láta drauma ykkar rætast og framkvæmið hið ómögulega. Starfsfólk Tæknimenntaskólans þakkar ykkur fyrir frábær ár í skólanum og óskar ykkur öllum innilega til hamingju með árangur og velfarnaðar í lífinu. Ykkur eru allir vegir færir og óskum við ykkur jafnframt gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Takk fyrir mig. Og næstur er Gunnar Kjartansson, skólastjóri Byggingatækniskólans. Gjörðu svo vel, Gunnar.
Kæru útskriftarnemendur, aðstandendur og aðrir gestir, til hamingju með daginn. Undir byggingatækniskólann heyra alla bygginga- og mannvirkjagreinar, auk tækniteiknunar og húsgagnabólstrunar. Að venju eru þessar greinar fyrirferðarmiklar og 81 nemandi sem útskrifast nú frá undirskólanum. Vil ég biðja þá að koma hingað til minn og veita brautskráningarskírteini sínu viðtöku. Við byrjum á 29 húsasmiðum og mættir eru Ari Benediktsson, Arnór Pétur Róbertsson, Benedikt Pétursson og Benedikt lýkur jafnframt stúdentsprófi af fagbraut. Brynjar Kári Gunnarsson, Brynjar lýkur jafnframt stúdentsprófi af fagbraut og klöppum fyrir því. Tækniskólinn veitir honum einnig verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í húsasmíði. Einn miði af. Einnig eru samtök iðnaðarins sem veita honum verðlaun fyrir framúrskarandi árangur á stúdentsprófi af fagbraut. Annar miði af. Og að lokum veitir Tækniskólanum verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í stærðfræði. Elí Auðunsson, Elmar Sölvi Bjartórsson, Guðmundur Magnús Jóhannsson, Jón Sverrir Sigurðarsson og Jón lýkur einnig stúdentsprófi af fagbraut. Kári Ingvarsson, og þá það handboltastrákurinn Góvan Seravan. Kristján ekki mættur. Þá Logi Veigar Eyjólfsson. Og Logi lýkur einnig stúdentsprófi af fagbraut. Þá Mael Lionel Geisen. Magnús Jóhannesson. Magnús frendi minn. Það skýrir hvað þetta myndarlegur ungur maður. Systir mín útskrifaði nú leikskóla og það viðeigandi að ég útskrifaði nú þessu skólastigi. Marvin Snær Eysteinsson. Rebekka Rós Ágústsdóttir. Róbert Þórhallsson. Hann lýkur einnig stúdentsprófi af fagbraut. Stefán Ólafsson.
Sveinn Óli. Skúli minn. Ertu til í að vera Kristján? Skúli Freyr Arnarsson. Heyrðist allt sem ég sagði. Þorfinnur Máni Björnsson. Setti ég allt í uppnám. Þá er það 4 húsgagnasmiðir, öll mætt. Fyrst er það Harriet Cardew. Harriet er verðlaunahafi og Tækniskólinn veitir henni verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í húsgagnasmíði. Ísaja Davíð Þuríðarson Jakob. Og hann lýkur jafnframt stúdentsprófi. Ok. Þetta er alltaf að fara böndunum. Markus Pálsson. Útskrifaður húsgagnasmiður en nú lýkur hann stúdentsprófi. Þórhallur Daði Þormarsson. Og Þórhallur er jafnframt verðlaunahafi. Tækniskólinn veitir honum verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í húsgagnasmíði. Þá eru það 12 málarar og mættir eru Garðar Bergmann Gunnlaugsson, Hákon Ingi Farisveit, Helgi Þór Egilsson, þá er það ríkjandi Íslandsmeistari í málaræðin, Hildur Magnúsdóttir Eyrunardóttir. Hildur lýkur einnig stúdentsprófi á fagbraut. Og Hildur hlýtur einnig verðlaun. Tækniskólinn veitir fyrir framúrskarandi árangur í málaræðin. Stúdent líka. Þá er það Kristína Jóhanna Eiríksdóttir. Kristína lýkur einnig stúdentsprófi. Hún er einnig verðlaunahafi. Tækniskólinn veitir henni verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í íslensku. Svo er einn með í viðbót. Ég nægði nú ekki aðeins svo stressaður. Kristína er 20 í dag. Þá
er það 31 pípari og nú fer þetta fyrst á böndunum. Ég var nefnilega að fá miða hérna sem ég er ekki alveg að skilja. Sjáum hvernig það fer. Andri Þór Hinriksson. Antonino Di Nino. Það er eitthvað klikkað. Það er eitthvað stólið málurinn mínum. Kristín, varst þú að gera eitthvað? Það eru 3 málara sem bíða eftir mér. Getið ekki sett eitthvað á veggina þarna? Ég ætla að klára píparuna. Arnar Þór Lúðvíksson. Og Arnar Þór Lúðvíksson hlýtur einnig verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í pípulögn. Arin Björn Óskar Haraldsson. Aron Darri Hilmarsson. Aron Gísli Samúelsson. Árni Þór Árnason. Baldur Logi Sigursson. Benedikt Leo Einarsson. Nei, þú tekur þetta. Þetta var alveg 3-1, sko. Þeim líður svo illa þennan málverðin, ég ætla að klára þá. Sigurður Hrannar Þorsteinsson. Vilhjálmur Þór Olsen. Og þá var það kennarinn í múrarriðin sem nú er orðið málari, Þráinn Óskarsson. Það eru fleiri píparar. Vantar alltaf pípara. Bjarki Þór Svavarsson. Bjarni Bogi Gunnarsson. Bragi Fannar Þórsson. Eiríkur Jónsson. Það er ekki tínt, ég er bara að bíða þessu, sko. Þetta kom. Ég var að flýta svo mikið á þann að ég afhendi örugglega einhverjum nokkur auka, en þau eru komin aftur hingað upp á svið, sko. Þannig að Fannar Freyr Sigursson.
Hjörtur Ingi Halldórsson. Ísak Andri Skeving. Kristján Ingólfsson. Það var að Long Pan. Róbert Már Finnsson. Og að lokum það síðasti píparinn Salvar Hjartarson. Þá það 4 veggfóðrarar og dúkarar, Jóel Örn Óskarsson. Þá það Nökkvi Hrafn Guðnason. Nökkvi stefnir að því að verða dúkar eins og bróðir hans sem útskrifaðist fyrir nokkrum árum. Hann sækir einnig skírteini föður síns, sem Guðni Magni Kristjánsson. Kennari þeirra Avans, Einar Ben, þannig að það allir í fjölskyldunum vera minna dúkrar. Það voru allir komið með sín skírteini og gott betur. Nei. Hvað fekk hann eiginlega mörg, hvað segir hann? Hann örugglega með 3. Það liggur allt saman. Ég var að baka í morgun og svo klístrar og þetta fer allt saman, sko. Eruð Ómar minn? Þá það þú, Ómar Mohamed Hani. Ég alveg búinn, já. En þetta vandarlegasta útskrift mín hingað til. En ég ætla að vona að ég klári röðina. Framundan eru sveinspróf í húsasmiði, pípulögnum og dúklögn og svo húsgagnasmíði í vor og þið eru nú tilbúin í þau. Farnist ykkur vel í þeim loka hluta námsins. Fyrir hönd kennara byggingatækniskólans þá óska ég ykkur öllum til hamingju með daginn. Þakka fyrir samveru liðin Anna og óska ykkur velfarnaðar í mikilvægum störfum ykkar. Takk fyrir. Ég vona að ég verði ekki rekinn. Það nú hálf kjánalegt, ég myndi kalla sjálfa mig á svið, en nú útskrifast nemendur úr Raftækniskólanum. Þannig að þeir mega að koma. Kæru útskriftarnemar úr Raftækniskólanum og aðrir gestir í dag. Hér útskrifast 67 nemendur
og þar kennt hljóðtækni, rafeindavirkjun, rafvirkjun, rafvélavirkjun og rafveituvirkjun. En í dag útskrifum við 4 nemendur úr rafeindavirkjun, 34 nemendur úr rafvirkjun, 5 nemendur sem eru að útskrifast með stúdentspróf á fagbraut, 4 nemendur úr rafveituvirkjun, 5 nemendur úr rafvirkjun sem er viðbót við 4 stigs vélstjórnarnám og 15 nemendur úr hljóðtækni. En við byrjum á hljóðtækninni og mættur er Alfreð Þrastarsson. Anna Bíbí Víum Axelsdóttir. Arnór Ármann Jónasson. Og næstur er Ástþór Ingi Gestsson, en hann er einnig verðlaunahafi og hann fær verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í hljóðtækni og fær hann gjöf frá stúdíótíma frá Stúdíó Sýrlandi. Bríet Sigurjónsdóttir. Elísabet Anna Pétursdóttir. Eyvindur Óli Steinmarsson. Eyþór Andri Svafnisson. Huginn Jarl Oddsson. Indrid Hoti. Jakob Freyr Einarsson. Linda Þórey Andersson. Matthías Benjamínsson. Vigfús Þór Eiríksson. Og loksins er það Ísak Jón Einarsson, en hann er einnig að útskrifast með stúdentspróf á fagbraut. Og næst er það rafvirkjar og þar eru nemendur sem bæði hafa lokið ferilbók eða ekki og sumir eru að útskrifast einnig með stúdentspróf á fagbraut. En fyrstur er Anton Breki Óskarsson. Arinbjörn Helgi Helgason. Arnar Þorri Óskarsson. Arnór Guðmundsson. Bergur Hinriksson. Það vantar greinilega einhvern annan til að taka inn af höndina ef þetta gengur pínu hratt, þannig að við bíðum aðeins.
Birgir Sverrisson. Bjarni Þór Brite. Brynja Kristinsdóttir Thorlacius. Brynjar Bjarmi Halldórsson og hann einnig að ljúka stúdentsprófi af fagbraut. Daniel Örn Antonsson. Davíð Steinn Davíðsson. Friðrik Ímir Ólafsson. Næst það Gunnar Haraldsson. Hann einnig að ljúka stúdentsprófi af fagbraut og verðlaunahafi og fær verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í rafvirkjun og fær hann að gjöf bókina Saga Landvirkjunar frá Tækniskólanum. Og næstur Hallgrímur Árni Þrastarsson. Hlynur Freyr Geirmundsson. Hrannar Valur Ragnarsson. Jóhann Þór Arnarsson. Og hann einnig að ljúka stúdentsprófi af fagbraut. Markús Marteinn Rúnarsson. Nökkvi Páll Gretarsson og hann einnig að klára stúdentspróf af fagbraut. Óskar Ísak Guðjónsson. Róbert Ingi Halldórsson. Sigurður Rúnar Benediktsson. Sindri Rafn Ingvason. Skúli Konráðsson. Svanbjörn Bárðarsson. Sveinn Thorstensen Gunnarsson. Og næst það rafeindavirkjun
og það er fyrstur Dagur Reynisson og hann er einnig að ljúka stúdentsprófi af fagbraut. Og næst er það Francette Andrea Salon Batutai, hún er verðlaunahafi og hún fær verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í rafeindavirkjun og fær hún að gefa bókina Saga Landsvirkjunar frá Landsvirkjun. Og svo er það rafveituvirkjun, Gísli Þór Viðarsson. Sjá. Kristinn Jónsson, rafvirkjun, viðbót við vélstjórn D. Stefán Örn Ólafsson. Og síðastur hér í dag er Ólafur Már Elvarsson og hann er að ljúka stúdentsprófi af kvikmyndatækni. Ég og kennarar Raftækniskólans óskum ykkur hjartanlega til hamingju með árangurinn og munið að framtíðin er ykkar. Og þar sem þið verðið í framtíðinni verður allt rafmagnað andrúmsloft í kringum ykkur og algjör stuð, enda þið algjörir spennugjafar, eins og þið vitið. Takk fyrir þetta. Nú er komið að ræðu útskriftanema, Markús Máni úr Raftækniskólanum. Má ég biðja að koma hingað til mín? Var ekki Markús eða Martin? Þú lærið. Ég heiti Markús Marteinn sem sagt. Skemmtilegt að segja frá því. Kæru nemendur og aðstandendur, skólastjórnendur, kennarar og ekki síst annað starfsfólk Tækniskólans sem heiðrar okkur með nærveru sinni í salnum hér í dag. Ég vil óska ykkur til hamingju með áfangann. Mér hlotnaðist sá sérstaki heiður að tala hér fyrir framan þennan flotta hóp. Það stendur hjarta mínu næg og afar tákgrænt að fá að ávarpa ykkur. Þar sem ég er barnabarn tveggja kennara sem kenndu innan veggja skólans og upp úr aldamótum fram á miðjan síðasta áratug. Ég man eftir því þegar ég gekk fyrst inn dyrnar á Skólavörðuholt eftir að hafa komið frá Hafnarfirðinum. Ég labbaði eftir ganginum, gekk upp stigann á aðra hæðina til þess að fá mig kaffi eins og fullorðið 17 ára fólk gerir. Ég var rosalega flottur með mig, stóra glænýja verkfærataskan á bakinu og tandur hreina vinnubuxurnar tróðfullar af einhverjum mismikilvægum og velmerktum tólum. Litli neminn ég gekk eftir ganginum eins og í leiðslu. Einbeittur stefndi ég beint á áfangastað, þangað sem ég hafði margoft farið áður. Þegar stór og hlý hönd afa Ragga leiddi mína litlu hönd eftir sama ganginum þegar hann hafði sótt mig á leikskólan. Ég var nánast kominn að kaffivélinni þegar það rann upp fyrir mér að ég hefði gengið rakleitt inn á kennarastofuna en ekki matsal nemanda. Enda þetta er kennarastofan furðu lítill matsalur fyrir jafn fjölmenna skóla. Fyrstu dagarnir í nýjum skóla eru oftar en ekki erfiðir og mig grunar að margir hér hafi jafnvel fundið fyrir kvíða af einhverju tagi líkt og ég. Það byrjar á því að villast einhvers staðar.
Svo fara verkfæri á óskýranlegan hátt að tínast hér og þar og svo er að blessaða kaffivélin. Af hverju er ekki ISO-staðall sem kemur í veg fyrir það að Coffee Black-takkinn sé við hliðina á Hot Water-takkanum? En smá saman lærum við og finnum okkar eigin takt. Hægt og rólega verður okkur ljóst að skólinn er ekki bara staður þar sem að læri munun á torx og positive-bita, faldi og rykkingu, 3% eða 6% festi, þjöl og raspi, tommum og fetum og svo lengi mætti telja. Heldur staður þar sem við öðlumst þekkingu á okkur sjálfum, lærum hvar styrkleikar okkar liggja, hvernig við getum sigrast á veikleikum okkar og áhugamálin fá tækifæri til að blómstra. Ég er svo þakklátur fyrir öll þau tengsl sem hafa myndast og eflst á námsárunum hér í Tækniskólanum. Það eru þó nokkrar smásögur á náminu sem ég mætti skrifa í endurminningar eftir 50 ára eða svo. Eitt atvik situr mér ofarlega í minni. Líkt og afi Raggi sem kenndi við skólan, hef ég alltaf verið stríðinn. Það þekkja þau sem hafa fylgt mér í náminu. Ég lét undan púkanum af vinstri öxlinni eitt sinn áður en tími hófst og ákvað að færa til nokkra takka á lyklaborði á tölvu kennarans. Skipti til dæmis út M fyrir N, svissaði S og A og skipti út K fyrir I. Það ískraði í mér af stríðningsspenningi þegar tíminn hófst, horfði glaðhlakkalega á saklaust fórnarlamb hrekksins ganga í gildruna og fann sérstaklega fyndið þegar kennarinn gat ekki skráð sig inn með lykilorði í tölvuna. En þegar kennarinn greip í símann og hringdi í örvæntingu í tæknideildina, fraus ég. Ég sá strax að mér og viðurkenndi leið hvað ég hafi gert til að valda ekki frekari vandræðum. Kennari lét mig að sjálfsögðu heyra það sem ég átti fyllilega skilið. Þarna lærði ég mjög mikilvæga leksju. Ekki bara að alltaf skal bera virðingu fyrir vinnu og tíma annara, heldur líka mikilvægi alúðar. Svona lærist hversu miklu máli það skiptir að koma fram af heilindum og virðingu, viðurkenna mistök, taka gagnrýni og ná sáttum, hvort sem í leik eða starfi. Síðastliðin 3 ár hef ég lært mikilvægi spurninga. Kennarar skólans segja oft að engar spurningar séu heimskulegar aðeins svörin. Ég er ekki alveg sammála því það eru til spurningar sem gefa vissa ástæðu til að efast. Eitt er þó alveg víst að ef aldrei er spurt verður engu svarað. Það hef ég haft í hávegum og þreytist aldeilis ekki á því. Ég hef spurt og spurt og spurt og spurt, en með því hef ég lært margfalt meira en ég hefði nokkuð tímann gert í þögninni. Reynda gruna mig að það verði sumum kennurum ákveðin léttir að spurningaflóðinu mínu linni. En ég hef heyrt frá mér fróðara fólki að það komi á hverju önn, karl, kona eða kvár í manns stað. Það er frábært að upplifa hvernig okkur er öllum mætt af sömu virðingu og skilningi í skólanum. Hér skiptir mestu máli að fá að vera við sjálf. Við erum öll svo lík en samt ekki, eins og verkfærin sem við notum í náminu. Sumum nægir að taka upp skrújárnið á meðan öðrum dugir varla að draga fram sleggjuna. Þrátt fyrir mismunandi bakgrunni, skoðanir og sérviskur erum við öll komin saman akkurat hér í dag til að fagna því sem við höfum afrekað, bæði sem einstaklingar og heild. Það er æðislegt að sjá hvernig svona fjölbreyttur hópur getur myndað svona sterka heild. Þótt brautskráning sé í dag þýðir ekki að námsferil okkar sé lokið. Vissulega getum við bætt framhaldsnámi, meistaræðin, jafnvel háskólanámi, en það er ekki endilega það eina sem ég á við. Það nám sem við eigum öll fyrir höndum er það sem lífið sjálft mun kenna okkur á komandi árum. Við höfum nú þegar sýnt og sannað að við getum sett okkur markmið, lokið þeim og náð eins langt og við viljum, en þetta er bara byrjunin. Nú höfum við tæknina og reynsluna og það sem skiptir mestu máli af öllu, sjálfstraustið til að takast á við þau verkefni sem lífið færir okkur í fang. Ég kveð skólan að sinni með þakklæti, virðingu og hlýhug. Með ljúfar minningar úr æsku þegar ég horfði á ömmu Evu búa til námsefni heima og kenna svo nemendur úr öllum heimshornum íslensku.
Fylgdist með afa Ragga bjóða nemendum á starfsnámsbraut heim í pítsuveislu, kenna öryggisfræði, náttúrufræði og ekki síst þegar hann benti nemendum á að hengja upp margföldunartöfluna á sýnilegum stað á heimilinu þegar hann kenndi stærðfræði. Milli þess sem ég fekk að trítla inn á kennarastofur og fylgjast með lífinu í skólanum. Að koma svo og ljúka námi héðan sjálfur, eignast frábæra vini og búa að þeirri þekkingu sem ég öðlast á námstímanum tækifæri sem ég er þakklátur fyrir að hafa fengið. Það eru forréttindi að fá slík tækifæri í lífinu. Kennarar og starfsfólk Tækniskólans, við erum ykkur sérstaklega þakklátt fyrir ykkar ómetanlega framlag í okkar þágu. Ykkar vinna hefur þegar byggt og mun halda áfram að byggja traustan grunn að bjartari framtíð komandi kynslóða. Áður en ég flyt lokaorð mín í dag, legg ég til að öll viðstödd taki undir með lófaklappi til handa starfsfólki skólans. Góðu gestir, hér sjáu þið fyrirmyndanemendur, glæsilegan hóp útskriftanemenda sem mér skilst að séu þeir allra efnilegustu sem sögur fara af í brautskráningakerfum skólans. Hér erum við erum framtíðin er okkar allra og þess er framtíðin björt. Leið og ég óska hverju ykkar til hamingju með daginn og velfernaðar þegar leiðir okkar skilja, vona ég að gleðin og hamingjan sem ríkir í dag fylgju ykkur öllum inn í jólahátíðina. Takk fyrir. Takk fyrir góð orð í okkar garð og ég er hjartanlega sammála að þið séu fyrirmyndanemendur og við erum líka mjög ánægð með ykkur. Þið eru frábær. En næst er það Kristín Þóra Kristjánsdóttir, skólastjóri Upplýsingatækniskólans. Gjörðu svo vel, Kristín. Kæru útskriftarnemar og aðstandendur, til hamingju með daginn. Í dag útskrifast 22 nemendur úr Upplýsingatækniskólanum af 5 brautum. Það eru sérsviðanum grafískri miðlun og prentun, stúdentspróf af fagbraut og tölvubraut sem er stúdentsbraut sem og tölvubraut hönnun. Og hér eru þau búin að raða sér upp þessi nemendur og ég bara byrja. Fyrstur er Ágúst Jens Birgisson. Ísak Orri Karlsson. Ævar Freyr Snorrason. Símon Kasper Karlsson. Vilhjálmur Karl Hannesson. Þorvaldur Daði Sigursson. Þórhallur Tryggvason. Þá er það Árni Hrafn Hrólfsson. Árni Hrafn er verðlaunahafi og hann fær verðlaun frá Tækniskólanum fyrir framúrskarandi árangur í ensku. Matthäus Kolats.
Mattias einnig verðlaunahafi. Hann fær verðlaun frá Tækniskólanum fyrir framúrskarandi árangur á tölvubraut. Og þá það 4 nemendur sem eru útskrifast með stúdentspróf á fagbraut sem þau hafa áður útskrifast frá sérstöðum grafískri miðlun og ljósmyndun. Og fyrstur Ísak Rafn Pálsson. Ellen Eva Þrastardóttir. Jakob Schulmin Birgisson. Og Sveinn Hartvig Ingólfsson. Og næst koma hérna nemendur sem eru að útskrifast af sérsviðinu grafíska miðlun. Lúkas Ingvar Martins. Andrea Margrét Guðmundsdóttir. Hildur Anna Eyþórsdóttir. Bryndís Ösp Hern. Og þá það Erna Rut Pétursdóttir. Sem ég þurfti að nuða í að taka sér frí frá vinnu og vera hérna með okkur í dag. Hún fær verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í grafískri miðlun og hún fær verðlaun bæði frá grafíu og frá Tækniskólanum. Og síðust en ekki síst það hún Dagný Dís Bessadóttir. Hún að útskrifast úr prentun. Fyrsta stúlkan í ansi mörg ár sem hefur útskrifast úr prentun og ég held hún hafi verið með 10 öllu. Hún fær verðlaun frá Tækniskólanum og grafíu fyrir framúrskarandi árangur í prentun. Og þá allir komnir hjá mér fyrir hönd kennara Upplýsingatækniskólans. Óska ég ykkur hjartanlega til hamingju með árangurinn og við þökkum ykkur fyrir góð ár í skólanum og óskum ykkur velfarnaðar í framtíðinni. Takk fyrir. Næst kalla ég til mín Söndru Borg, skólastjóra Hönnunar- og handverksskólan, að koma hingað til mín. Útskriftarefni, samstarfsfólk og aðra gestir, til hamingju með daginn. Í dag útskrifast 25 nemendur frá Hönnunar- og handverksskólanum. Af þeim eru 22 mætt í dag. 12 útskrifast frá Hársnyrtiðin
3 úr fataiðn, 6 frá hönnun- og nýsköpunarbraut og einnig eru 7 nemar útskrifast með stúdentspróf ofan á fagbraut. Þá okkur ekkert að vanbúnaði og við byrjum á að útskrifa frá hársnirtiðn. Arndís Magnúsdóttir. Ásdís Birta Hafþórsdóttir. Ásdís líka að ljúka stúdentsprófi ofan á fagbraut. Ásgerður Jana Ágústsdóttir. Elín Margrét Víðisdóttir. Erla Sól Vigfúsdóttir. Eva María Magnúsdóttir. Helga Löfdal Arnardóttir. Og næst það Hrafnhildur Gía Reynisdóttir. Hrafnhildur jafnframt verðlaunahafi. Hún fær verðlaun frá Halldóri Jónssoni fyrir framúrskarandi árangur í faggreinum á Hársnyrtibraut. Ída Rún Sveinsdóttir. Ída líka að ljúka við stúdentspróf ofan á fagbraut og fær verðlaun frá ISON fyrir framúrskarandi árangur í faggreinum á Hársnyrtibraut. Þá það Rodrik Jón Balsan. Védís Ósk Önundadóttir. Og Viktor Breki Pálsson. Næst þá ætlum við að útskrifa frá fatatækni. Fyrst það Gerður Steinarsdóttir. Hún líka að taka stúdentspróf á fagbraut og reyndar ansi langt sem hún lauk við fatagreinarnar en útskrifaðist aldrei og hún fær verðlaun í dag fyrir frábæran árangur í greinum fataiðnar frá Tækniskólanum. Til hamingju. Þorbjörg Júlía Ingólfsdóttir. Þá við komin að hönnunar- og nýsköpunarbraut sem stúdentsleið. Fyrst það Bergljót Sóley Þyrnisdóttir. Næst það Elís Frank Stíven. Og Elís jafnframt verðlaunahafi. Hann fær verðlaun frá Tækniskólanum fyrir framúrskarandi árangur á hönnun- og nýsköpunarbraut og líka verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í ensku. Gabriel Agueda.
Kolbrá Sölva Leifsdóttir, Pétur Ingi Þorsteinsson, Valborg María Stefánsdóttir, og í lokin ætla ég að útskrifa 2 hérna með stúdentspróf ofan á fagbraut sem hafa lokið áður. Fyrst það Hildur Hilmars Pálsdóttir, og Silja Rós Hassing. Þá erum við búin hér í Hönnu- og handverksskólanum og fyrir hönd kennara í Hönnu- og handverksskólanum óska ykkur öllum innilega til hamingju með daginn. Takk fyrir mig og gleðilega hátíð. Og næst kemur til mín Ragnhildur Guðjónsdóttir, skólastjóri Tækniakademíunnar. Gjörðu svo vel, Ragnhildur. Kæru útskriftarnemar og aðrir gestir, fyrir hönd Tækniakademíunnar óska ég ykkur innilega til hamingju með daginn. En í dag erum við að útskrifa 79 iðnmeistara úr 18 mismunandi iðngreinum. Af þessum stóru hóp ætti að vera 40 manns mættir hér í dag, svo við skulum bara byrja. Og fyrstur Albert Gissurarsson, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Anna Guðlaug Sigurðardóttir, iðnmeistari í gull- og silfursmíði. Anton Freyr Axelsson, iðnmeistari í rafvirkjun. Arnar Ásmundsson, iðnmeistari í bílamálun. Ágúst Ásmundsson, iðnmeistari í rennismíði. Ármann Örn Vilbergsson, iðnmeistari í málareiðum. Baldur Þórðarsson, iðnmeistari í bifreiðasmíði. Benedikt Árni Þórarinsson, iðnmeistari í húsasmíði. Birkir Snær Níelsson, iðnmeistari í húsasmíði. Björn Halldór Ímisson, en hann með 2 meistarabréf bæði í rafvirkjun og rafveituvirkjun. Björn Sævar Björnsson, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Diljá Perputini Pétursdóttir, iðnmeistari í bílamálun.
Elfa Ýr Þórisdóttir, iðnmeistari í grafískri miðlun. Elma Lísa Geirmundsdóttir, iðnmeistari í snyrtifræði. Elva Björg Gunnarsdóttir, iðnmeistari í snyrtifræði. Friðgeir Stefánsson, iðnmeistari í húsasmíði. Friðrik Sigurður Einarsson, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Guðmundur H. Hafsteinsson, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Guðmundur Heimir Sveinbjörnsson, iðnmeistari í húsasmíði. Halldór Árnason, iðnmeistari í húsasmíði. Hallgrímur Þorgilsson, iðnmeistari í húsasmíði. Hákon Egill Danielsson, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Hjörleifur Snær Arnarsson, iðnmeistari í húsasmíði. Þá það Ingólfur Halldór Bjarnason, hann einnig með 2 meistarabréf, annars vegar í vélvirkjun og hins vegar í gull- og silfursmíði. Jakob Þór Skram Eiríksson, iðnmeistari í húsasmíði. Jóhann Bragi Einarsson, iðnmeistari í húsasmíði. Karl Gústaf Davíðsson, iðnmeistari í húsasmíði. Kristín Sigurðardóttir, iðnmeistari í málaraeiðn. Magnús Jónsson, iðnmeistari í rafvirkjun. Máni Hrafn Bergmann Maronsson, iðnmeistari í húsasmíði. Már Hall, iðnmeistari í pípulögnum. Ólafur Már Símonarsson, iðnmeistari í pípulögnum. Óskar Guðjón Óskarsson, iðnmeistari í múraraeiðn. Ragnheiður Pétursdóttir, iðnmeistari í klæðskurði. Og Ragnheiður jafnframt verðlaunahafi
og fær verðlaun fyrir frábæran árangur í meistaraskóla og það eru samtök iðnaðarins sem gefa verðlaunin. Rami Al-Kamel, iðnmeistari í málareiðin. Róbert Orri Árnason, iðnmeistari í húsasmíði. Sigursteinn Gísli Björnsson, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Stefán Jökull Jakobsson, iðnmeistari í húsasmíði. Styrmir Fellsmann Friðriksson, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Sveinn Vignir Björgvinsson, iðnmeistari í málareiðin. Sævar Sigursson, iðnmeistari í rafvirkjun. Og Þórir Sigþórsson, iðnmeistari í vélvirkjun. Og þá er þetta komið hjá mér og ég óska ykkur bara enn og aftur til hamingju með daginn og gleðilega hátíð. Það er smá breyting á dagskrá því að hann Víglundur Laxdal er ekki kominn. Því að þá mun Hildur Ingvarsdóttir halda sína hátíðaræðu og að henni lokinni þá munum við útskrifa úr Véltækniskólanum og Skipstjórnarskólanum. Afsakið þetta. Kæru útskriftarnemendur, aðstandendur og starfsfólk skólans, því að afsaki, ég var pínu í símanum áðan, það er bara búin að vera að fylgjast með hvar Víglundur og nemendur væru staddir. En hjartanlega til hamingju með daginn. Það er frábært að vera með ykkur hér í dag og líka ykkur sem fylgist með úr fjarska með aðstoð tækninnar. Útskriftin í dag er streymt, eins og við höfum gert meira og minna bara frá því meira sér fyrir COVID. Það er gert bæði fyrir nemendur sem ekki komast en ekki síður fyrir aðstandendur. En nemendur tækniskólans þeir eiga svona sirka lögheimili í 100 póstnúmerum. Ég fyllist ávallt stolti þegar ég horfi yfir salinn á útskriftardegi. Stolti yfir því að tilheyra því fjölbreytta og magnaða samfélagi sem þessi skóli er. Skóla sem gegnir svo mikilvægu hlutverki á Íslandi. Þetta er mín 13. útskrift úr tækniskólanum, eða við tækniskólan. Það er að segja 13. skiptið sem ég nýt þeirra forréttinda að fá að útskrifa nemendur skólans. Sem betur fer hef ég ekki útskrifast héðan 13 sinnum sjálf, þótt að væri kannski ekki svo slæmt, því þið getið rétt ímyndað ykkur hvað ég geti gert margt þá. En þegar kemur að því að skrifa svona ræðu, þá hugsa ég jafnan til allra þeirra ræða sem ég hef hlustað á í gegnum tíðina og man kannski ekki endilega svo mikið eftir. Og þá velti ég fyrir mér hvernig ég geti komið einhverju til skila sem mögulega skilur eitthvað eftir sig. Að þessu sinni ætla ég ekki að fara yfir árið í tímaröð eins og oft er gert. Heldur langar mig að bjóða ykkur með myndasýningu að skoða nokkur mögnuð sýnishorn úr skólastarfinu á árinu. Þið sáuð áður en athöfnin hófst myndasýningu rúlla og nú ætlum við að stinga okkur niður og skoða nokkrar myndana betur. Við byrjum í æfingastöðinni í Reykjavík núna í september og hér sjáum við Hans Haraldsson,
nema í húsasmíði og Van Huy nema í húsa- og húsgagnasmíði, en þeir lögðu ásamt kennurum sínum í mikla og vandaða vinnu við að smíða þessa glæsilegu nýju rennibraut fyrir æfingastöðina, en rennibrautin nýja leysir af hendi eldri rennibraut sem sannanlega hefur nýst fjölda barna vel í gegnum tíðina til aukins þroska og framfara. Er annað hægt en að vera pínu meir yfir þessu fallega framtaki. Við bregðum okkur svo á Norðurlandameistaramótið í málaræðin sem framfór í Ráðhúsi Reykjavíkur síð sumars. Það er engin önnur en Hildur Magnúsdóttir sem útskrifaðist nú rétt í þessu, sem birtist hér við keppnisbásinn sem er svo listilega útfærður og málaður. Það sem við vorum og erum stolt. Og þar sem ég les hennan texta, þá minnir mig að hún heiti Hildur Magnúsdóttir Eyrunardóttir. Við lítum nú yfir á Háteigsveg, nánar tiltekið í nýinnréttað hús þar sem upplýsing- og fjölmiðlagreinar hafa nú aðstöðu. Hér sjáum við Dagnýju Dís Bessarsdóttur sem var að útskrifast úr prentun rétt í þessu. Já, þetta mun ekki vera Dagný Dís. Þannig að eitthvað hefur röðin ruglast. Þannig að ég ætla aðeins að færa mig hérna og svo sjáum við hvort að Dagný kemur á eftir. Við skulum halda í Hafnarfjörðinn, þar sem Ísak Steinn Davíðsson, nemandi í stálsmíði, hefur nú, jæja. Hvað gerum við þá? Kannski er verið að skipta glærur og þá legg ég til að við stoppum, kannski var þetta skipulagt, og byggjum bara, ertu ekki klár, Víglundur? Þá bara útskrifum við snöggvast Véltækniskólann og þetta verður framhaldssaga. Takk. Jæja, herðu, síðastur en ekki sístur hér í dag er Víglundur Laxdal, skólastjóri Vélstjórnar- og skipstjórnarskólans. Og ég vil bjóða hann hingað upp á svið. Ég hélt að hann væri með kaffi, en hann er nú bara með vatn inn í bollunum. Hann gjör svo vel, Víglundur. Góðan daginn. Kæri útskriftarnefnd skólameistrar, aðrir gestir. Innilega til hamingju daginn og afsakið hversu seint við mætum í hús. En í dag, á þessum fallega degi, ætlum við að útskrifa 20 nemendur frá skipstjórnar- og Véltækniskólanum. Kæri nemendur, dagurinn í dag er dagurinn ykkar, mikilvægum kafla lífs ykkar er að ljúka og nýr að hefjast. Núna þegar þið segið skilu við skólan, megið þið ekki gleyma að rækta vináttu við skólafélagana og að halda tengslanettinu sem þið hafa myndað, því það er mikilvægur þáttur í þeim verðmætum sem þið hafa takið með ykkur hérna í skólanum. Ég hvet okkur innilega til að rækta þessa vináttu því hún úreldist ekki líkt á sumt af því sem það hefur lært hérna. En nú ætla ég að biðja ykkur að koma hérna á svið og veita brautskráningarskírteini viðtöku. Eru þeir mættir hérna? Við ætlum að byrja á Véltækniskólanum og byrjum á stálsmíði. Þar er einn nemandi að útskrifast. Hann heitir Elís Hugi Dagsson. Elís Hugi er líka verðlaunahafi. Hann hlýtur verðlaun fyrir frábæran námsárangur og auk þess fær hann verðlaun skólans fyrir elju og dugnað í námi. Það var að segja smásögu sem ég ætla bara að fá að segja þarna staðnum að Elís hann lenti í slysi árið 2022 er ekki rétt hjá mér og hann var cirka mánuð í burtu án þess að stunda neitt náma því mánuð eftir að lenti í slysinu þá var hann byrjar að stunda náma á Grensás. Þórir kennari mætti á Grensás til þess einu sinni tvisvar í viku og kenndi honum. Önnina eftir var hann mættur í nám og það hefði varla slegið feilbúið síðan, 100% mæting síðan. Og þú veist að það er rosalega vel og við erum mjög stolt að þér og lögum til að kenna þér rennismíði á næstu önn.
Næsti að stíga fram fyrsta kona sem útskrifast í jarðvirkju á Íslandi. Það okkar allra skemmtilegasta Guðrún Inga Valgeirsdóttir. Svo mætti 10 vaskisveinar sem voru að koma hérna með rútu frá Hafnarfirði og þeir voru að útskrifast í D-stigi vélstjórnar og með stúdentspróf samhliða. Þeir eru Atli Már Atlason, Baldvin Ari Jóhannesson, Páll Eidal Ívarsson, Haraldur Martinsson, Elvar Veigur Ævarsson, Birgir Snær Alfreðsson, Sverrir Jónsson, Héðinn Mari Garðarsson, Halldór Almar Halldórsson, og svo síðast en ekki síst í þessum hóp Dvalinn Lárusson Snædal. Ég ætla að láta Dvalinn stoppa aðeins. Hann líka verðlaunahafi og fær verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í námi í vélstjórn. Það eru bókaverðlaun sem eru gefin af SFS og það sem verður að fylgja því að Dvalinn með meðalengun upp á 9,58 sem verður að teljast mjög gott í þessu námi. Gjör svo vel, það mikið. Þá komið að skipstjórnarskólanum. Það eru 8 nemendur að útskrifast í dag og ég held að flestir séu mættir. Ég sé þetta ekki alveg, ég sé ekki fyrir ljósónum. En ég veit að þarna stendur Patrik Jens Þorstinsson sem var að klára A-réttindi skipstjórn. Hann ekki mættur. Ok, þá það Gunnar Finnur Gunnarsson. Gunnar Finnur að ljúka C-stigi í skipstjórn, en hann líka fertugur í dag. Svo þetta hann dag. Jón Ingibergur Guðmundsson. Svo fekk ég skeyti frá einum sem sagðist alltaf mæta með læti og hann heiti Júlíus Ágúst Jakobsson. Ómar Ísak Hjartarson hann mættur. En hann útskrifast enga síðu með sérréttindi. Þá fáum við næstu fram aflaklóna Tryggva Eiríksson. En Tryggvi að ljúka viðbótarnámi við eldri réttindi og hann lítur D-stig sem ótakmörkur réttindi á öll skip. Gjör svo vel, það er mikið. Og á lokum eru 2 nemendur sem að ljúka D-stigi og stúdentsprófi. Það Nói Heimisson. Gjör svo vel, einilega það mikið. Og Stefán Ingi Jónsson. En Stefán lítur einnig verðlaun fyrir góða námsárangur og lítur bókagjöf frá SFS. Gjör svo vel að það mikið.
og svo vel. Að lokum vil ég færa ykkur öllum kveðjum frá kennurum skólans og óska ykkur innilega til hamingju með daginn. Takk fyrir mig. Við skulum hinkra aðeins. Jæja, nú nú ekki mikið eftir, en ég vil biðja ykkur að taka niður húfurnar, standa svo upp, öll. Og þeir með setja upp húfurnar og við skulum klappa fyrir þessum stór glæsilega hópi. Og þeir með setjast aftur niður. Ég vil þakka ykkur góða stund hér í dag og óska ykkur öllum aftur hjartanlega til hamingju með daginn ykkar. Ég vona svo innilega að það sem þið hafið lært í Tækniskólanum fylgi ykkur ókomna tíð. Og núna vil ég bjóða Hildi Ingvarsdóttir skólameistara að koma hingað og flytja fyrir okkur hátíðarræðu. Gjörðu svo vel, Hildur. Jæja, sæl öll sömul aftur. Ég veit ekki, það varð pínu mix vegna þess að við vissum ekki alveg hvað röð yrði. En núna, ég ætla að spara ykkur fyrstu síðuna og biðja að það sé bara flett í gegnum myndirnar, svona eina af annari, þar til við erum komin á Norðurlandameistaramótið í málaræðin. Þar sjáum við myndir frá því og svo áfram. Og sjáum núna mynd af henni Dagnýju Dís, næst reikna ég með. Og þá held ég áfram. Við erum komin á Háteigsveginn í nýinnréttað hús, þar sem upplýsing- og fjölmiðlagreinar hafa núna aðstöðu. Við sjáum hér Dagnýju Dís Bessadóttur, sem var að útskrifast úr prentun rétt í þessu. Og eins og kom fram þar fyrsta konan sem hefur útskrifast síðan 2017. Á borðinu sjáum við þau fjölbreyttu verkefni sem hún sýndi á glæsilegri útskriftasýningu nemenda í grafískri miðlun og prentun nú í desember, en öll bera verkin afar vönduðu handbragði og mikilli sköpunargáfu vitni. Nú ætla ég lítið til öryggis. Næst sjáum við myndir frá forritunarkeppni grunnskólana sem haldin var snemma á árinu í Tækniskólanum. Það eru nemendur á tölvubraut Tækniskólans sem halda þessa keppni árlega með dyggum stuðningi kennara deildarinnar. En þeir gera ekki bara það, heldur bjóða þeir grunnskólanemum upp á sérstakt forritunarnámskeið á undan þeim að kostnaðarlausu. Allt þetta gert til að efla áhuga grunnskólanemenda á forritun sem jú lífsnauðsynlegur hluti af lífi okkar í dag. Flestir halda ungu kennararnir svo í forritunarkeppni framhaldsskólana þar sem þeir hreppa að jafnaði mörg verðlauna sæti. Nú höldum við í Hafnarfjörðinn og þá birtast kunnulega myndir, akkúrat, þar sem Ísak Steinn Davíðsson, nemandi í stálsmíði, nú ruglaðist ég, hefur nú á haustönn smíðað þetta glæsilega fulldempaða fjallahjól. En það hans lokaverkefni í stálsmíði. Ísak ekki bara fjallahjólari, heldur kennarinn hans, Bjarki Bjarnason, það líka. Og það má segja að hér sé draumaverkefni bæði nemandans og kennarans að ræða. Sumir myndu segja að skrattinn hafi þarna hitt ömmu sína. Niðurstaðan gæti ekki orðið annað en stór glæsileg. En bíðið við, fjallahjólararnir í Hafnarfirði eru fleiri. Á sama tíma á Ísak smíðaði hjólið sitt, smíðaði samnemandi hann Elís, sem var að útskrifast rétt í þessu, úr stálsmíði líka. Hann smíðaði þessa sérlagavandaða og vel útfærða grind og ryðfríu stáli á bílinn sinn undir sitt hjól. En þetta gerist einnig undir handleiðslu Bjarka.
Þess má geta að grindin með rafmagnstjakki sem hífir 50 kg hjólið upp og svo það sjálfsögðu pláss fyrir hjól vinanna. Það voru semst ekki bara fjallahjólaskratti og amma sem smíði í Hafnarfirði í haust, heldur 2 skrattar eða mögulega 2 ömmur. Þess ber að geta að Elís fékk 10 einkunn fyrir lokaverkefni sitt og geri aðrir betur. En lítum nú inn á leiksýningu leikfélagsins Mars á Háteigsvegi, þar sem gleðin jafnan við völd. Öll sem vilja fá að taka þátt, fá að gera það. Og enginn of upptekinn af því að allt þurfi að vera fullkomið. Það þáttaka, sköpunargleði og samvera sem leiðarljósið. Bregðum okkur þá á sjávarútvegssýninguna sem haldin var í Kópavogi í haust. Þar stóðu nemendur og kennarar okkar vaktina og kynntu nám bæði í skipstjórn og vélstjórn. Við höfum árabil notað fullkomna herma við kennslu í skipstjórn og vélstjórn, en nú erum við að bæta við fullkomnum suðuhermum. Það var stanslaus traffík í básinn í þá 3 daga sem sýningin stóð, þar sem gestir kepptu titilinn Suðumeistari tækniskólans og kynntust leið þessari tækni sem verður sífellt fullkomnari og mun klárlega hjálpa okkur að þróa og bæta námið. Nú bregðum við okkur aftur niður á Skólavörðuholt og bara örfáa daga eftir í tímann. Hér sjáum við afrakstur nemenda í svokölluðum SET-áfanga eða SETU, annarkvort, þið vitið það sem að hérna í húsgagnasmíði, nú í haust. Þeir smíðuðu ekki bara þessa glæsilegu stóla undir leiðsögn Halldórs Hreinssonar kennara, heldur fengu þeir að bólstra þá undir handleiðslu Grétars Árnasonar húsgagnabólstrara. En hann og Halldór sitja einmitt í 2 stólana. Sjáu þið afraksturinn, einhvern hér inni sem langar ekki í svona stól. Og að lokum bregðum okkur í 120 ára afmæliskaffi Iðnskólans í Reykjavík sem haldið var nú í haust. Þar buðum við fyrrverandi starfsfólki Iðnskólans í Reykjavík í kaffi og myndasýningu og var glatt á hjalla þar sem gamlar og góðar minningar voru rifjaðar upp. Það nefnilega mikilvægt að heiðra söguna og að muna að tækniskólinn byggir á gömlum merg. Stýrimannaskólanum í Reykjavík, Iðnskólanum í Reykjavík, Vélskóla Íslands og Iðnskólanum í Hafnarfirði. Í dag eru allir þessi skólar sameinaðir undir nafni Tækniskólans, en starfsemin fer þó enn fram víða höfuðborgarsvæðið og því hefur staðið til að breyta nokkur skeið og sjáum við loks til lands í þeim efnum. Þann 27. júní náðist merkur áfangi í þessari vegferð þegar stjórnvöld, Hafnarfjarðarbær og Tækniskólinn undirrituðu skuldbindandi samkomulag að nýr nútímalegur og glæsilegur skóli verði reistur við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði og þar með sameinast öll starfsemin á einum stað. Framundan mikil vinna, svo þetta verða veruleika, en við erum lögð af stað og hlökkum til að flytja í nýtt hús, helst fyrir árið 2030, þar sem öllum greinum skólans verður boðin fullkomin og nútímaleg aðstaða í kringum svokallað skólastræti. Þetta metnaðarfulla verkefni getið þið lesið nánar á vef okkar, en fyrir aftan hafið þið ekki bara séð myndir frá Flensborgarhöfn eða svokallaðar konceptteikningar á nýju skóla, heldur fáum við jafnframt að sjá svipmyndir sem voru teknar á skólafundi haustsins, en þá tóku á 2.000 nemenda og fjöldi starfsfólks þátt í því að skilgreina hvaða hlutir skipta mestu máli í þeirra drauma skóla. Sú myndasýning sem nú hefur rúllað sýnir lítið brot, í reynd bara sýnishorn af öllu því góða sem gerist í skólastarfinu á degi hverjum. En allra mikilvægustu hlutirnir nást sjaldnast á mynd. En það eru hinir hversdagslegu en mikilvægu áfangar sem nást þegar kennarar, námsráðgjafar, þroskaþjálfar, sálfræðingur, skólaliðar, stjórnendur og annað starfsfólk, ég gæti haft starfstítlana fleiri, þeir eru margir, en þegar allt þetta góða fólk styður nemendur að takmarki sínu, þegar þrautseigjan sigrar, þegar áhuginn kviknar, þegar nemendur uppgötva hæfileika sem þeir mögulega ekki vissu af, þegar nemendur sem glíma við einhvers konar erfiðleika ná að sigrast á þeim, þegar sjálfstraustið eykst og þegar nemendur ná settu marki eins og í dag. Nú telst mér til að þetta fara að vera gott og það er mikilvægt að hleypa öllum út í jólaháttíðina, en áður ég geri það langar mig að gefa ykkur heilræði sem ég sæki eins og svo oft áður í gildi skólans. En allir nemendur fengu afhent merki skólans nema held í fyrstu 4 eða 5. Ég var pínu utan við mig, þannig að þeir með að sækja það á
eftir, en þar eru gildin inngreift og mitt uppáhaldsgildi er gildið alúð og ég segi stundum að við þurfum í reynd ekkert annað gildi en það. Íslenskt 4 stafa orð sem felur í sér svo margt. Að vanda til verka, að leggja hug og hjarta í verk sín, að sýna tillitssemi, að sýna umhyggju, að sýna alúð og leggja alúð í verk sín. Sýnið samferðafólki ykkar alúð, samkennd, umburðarlyndi og virðingu. Ræktið garðinn ykkar, hjálpið öðrum og þiggið hjálp þegar á móti blæs. Og miðlið ykkar dýrmætu þekkingu áfram af alúð. Ég leyfi mér að vitna í ljóð úr ljóðabókinni Eitt andartak eftir Höllu Jónsdóttur. Það er mjög stutt. Mikið er gott að hafa í kringum sig fólk sem vandar sig og leitast við að lifa fallega. Við skulum öll leitast við að vera akkúrat þetta fólk. Kæru nemendur, ég vil þakka ykkur kærlega fyrir að hafa treyst okkur til þess að kenna ykkur og styðja á liðnum misserum. Það er okkur sannur heiður að þið hafi valið Tækniskólann og vonumst við til að sú menntun sem þið hafi hlotið hjá okkur muni nýtast ykkur út lífið. En munið að ykkar nám hófskorkinni líkur hér. Við lærum allt lífið og það hefur sennilega aldrei verið jafn mikilvægt og nú að tilenga sér sífellt nýja þekkingu. Ég vil að lokum þakka kennurum, stjórnendum og öllu öðru starfsfólki skólans fyrir framúrskarandi og óeingjörn störf og þeim sem hafa látið af störfum og önninni þakka ég sérstaklega og óska velfarnaðar. Ykkur kæru nemendur óska ég allsins besta, þið megi sannarlega vera stolt af þeim áfanga sem þið hafi náð í dag og haldið áfram að læra svo lengi sem þið lifið. Ég þakka fyrir mig og segi skólastorfi Tækniskólans á haustönn 2024, það er einhver búin að bíða lengi, lokið, gleðilega hátíð.